Já, þarna eru þið og það búið að gera öflugar skiptingar og greiningadeildin mætt í settið. Það Hjammi fer að velli og Alexander Veigar, maður í sama þyngdarflokki, eða ekki? Jú, ég myndi allan að segja það, eitthvað svipað. Og svo ákvað við að taka naflan, hann var nú þreyttur. Já, við skiptum bara trúðunum út og fáum bara menn sem geta greint leikinn og svo bara held ég náttúrulega áfram. Já. Þannig að það gerist eiginlega ekkert betra heldur en það fyrir. Var þetta oft þannig í boltanum að þú hélst alltaf sætiðin á vellinum þegar aðrir voru teknir út af? Það kom fyrir en því miður ekki nóg oft. Nei. Það nú bara ég var alveg tekin út af líka sko. Já. Þóttu að halda kannski annað. Já. Með sögurnar. En við ætlum að færa okkur núna yfir í heimsmeistaramóti í pílukasti og fyrsta umferð henni lauk í gærkvöldi á 170. Já. Það var bara útskot hérna. Viðandi endir. Já, hvað var það í síðasta leik? Nei, settið það. Ég sá ekki leikinn sko. Síðasta settið í síðasta leiknum, síðasta leggi. Já. Og þá... Það svoleiðis, bara síðasta skotið? Já. Ok. Þannig var punkturinn settur yfir og þessi fyrsta umferð búin að vera algjörlega geggju. Já, bara frábær skemmtun. Já. Uppsett, flotta framistöðurinn á milli, geggjuð volkin. Já. Bara mikið stemning sko, bara það að fjölga leikmönnum úr 96 í 128 myndi ég bara segja að hafi verið success, maður var smá svona efins með það. Já. Það kemur svona margir lagari en bara... Sem að hefur svo sem alveg verið, en ég alveg sammálaður að heilt yfir bara, þú veist, það líka bara allir á þú veist, byrja allir á sama stað skilur, þú veist, einmitt. Þannig að ég held að þetta hafi bara, ég held að við hefnast ég bara vil sjá Íslendinga þarna, því að maður situr hérna með okkur, ekki Þúrsörun, heldur við hliðina að hann hérna, sem ég sé hann spila og ég ekki að kynast með það getur hann verið þarna, til dæmis eins og nokkuð margir sem ég sé þarna. Algjörlega sammála því. Ef ekki segja annar þeirra verði á sviðinu eftir 3 ár. Já, hann verður í höllinni kannski, ef að kona gefur leyfi, en hinn geti verið á sviðinu. Við erum ekki útiloka neitt í þessu, en hérna, hvað svona búið að standa upp úr, Alexander Veigar? Ég held að þú varst ánægð með þinn Manby. Manby, það var rosalegt kall. Þetta var bara svakalegasti leikur sem ég sé lengi. Bæði að svona underdog vinni mjög sterkan sítaðan leikmann og bæði bara þegar hann kýlir í borðið eftir leikinn. Þetta bara eitthvað sem maður hefur ekki séð. Ekki bara kýlir í borðið, heldur sko setur hendina sína ofan á gósvélina, flugveldavélina hana. Hann bara grillar hana. Hann grillar hana fyrst og ber hana svo. Hann lítur að þurfti að vara beint upp á spítala. Þetta var leikur umferðarinnar, það alveg klárt. Já. Það segir sér bara sjálft. Rosalegt kall hjá honum. Við fórum yfir þetta hérna í fyrsta þætti greiningadeildarinnar. Þá tölum við að þessi gæi væri ekki alveg í andlegu jafnvægi. Hann Menzies. Það virkaði ekki alveg í andlegu jafnvægi. Nei. En ég skil alveg vel þennan pirring í honum sko. En ég hef búin að horfa mjög mikið að pílu undanfarin sérstaklega 2-3 ár og þetta var, þetta langbesti leikur hans á ferlinum sko. Fannst mér. Ég meina hann tekur 680 í fyrsta setti. 5 eða 6 og ég skil alveg vel að hafa verið pirraðar á að tapa þessu leik því að hann hefði unnið flesta leiki í þessari keppni í þessari umferð með þessari spilamenn. En það var náttúrulega en þeir má kannski fyrirvera. Það sem menn taka kannski ekki eftir að hann á eftir 6 eftir hann fer inn í 6-una og pirraður, hittir ekki doppel 3 og svo kom með löppina sína hittir 3 og allar að sprengja sig. Löppin komin yfir, dómarinn dæmir síðustu pílun ógilda. Akkurat. Svo fær hann annarsjens og þarf að byrja á því að rétta sig af sko. Akkurat. Það var svoleiðis. Hann vildi sprengja sko. Kirk Bevins dómari hann fór náttúrulega bara alveg á tögum í restina. Já, bara. Og það bara þannig. Og það góði við Manby líka að maður að haldi að svona gæi sem hann að tala að kemi sterkur inn og gerði það klárlega að hann þyrfti þá að byrja vel. Þú veist, í leikunum, af því að þú veist, oft koma þessir underdogs og eiga að vera góður að þá þurfa að byrja vel, en hann byrjaði ekkit vel, sko. Nei, hinn byrjaði náttúrulega frábælega og var miklu betri, en hvernig hann náði að vinna leikin með því að koma tilbaka og var með bakið upp veg, það var eiginlega sterkara heldur en ef hann hefði bara byrjað vel, sýnt hvað hann er góður að vera 2-0 yfir, veist, það hefði verið óeðlir, en þetta var svakaleg framistæð að koma hann tilbaka. Já, mikið gritt í honum að ná að vinna sig inn í leikin, það var nú málið. En Sindri, þú varst búin að tala að þú varst svolítið hrifin af því að setja á plúsin eða oversett í fyrstu umferðinni, sérstaklega þegar stóra byssuna mæta á sviðið og stuðullin óvinnu hár á að
underdogin vinni sett Já. þú hlýtur að vera ansið vel stæður í dag eftir þessa hjálpaði jólagjafinköpin það? Já, það voru eiginlega allir, þetta var 4-5 í stöðu. Já, en rosalega margir leikir sem, veist, ég bara tala fyrir sjálfa mig að ég þurfti að fá lán fyrir jólagjöfum, sko, ákvörð út af þessu óvar 3,5. Það kíktu bara hvað margir leikir fara 3-0. Já, það er eitthvað svona leikir sem að held að var jafnir. Akkurat, þá segir þú þá ekki þá líka. Já, Jú, vissulega. Við byrjuðum á litlertum til dæmis, það klikkaði. Það var tæft, hann hafði pílu bara til að ná því, gæinn sko. Lappan Óskarsvík pílur, tvö sett í röð, fyrsta 2 settið til þess að taka. Settið, það var ekki. Jú, fyrsta sett og annað sett, hann fikk pílur í báðum þeirra. Og margir underdog sem náðu ekki bara setti, heldur. Bara við erum að sjá Kenyamannin, hann var svakalegur. Það var leikur, maður. Það var rosalegt og að sjá Nítin Kúmar líka. Indverjan sem vann hvern áttur. Indverjan geðþekka. Ég man nú ekki hvernig hann vann leikins. Springer Springer þjóðverðan. Passar. Það var rosalegt. Það var meltdown hjá Springer maður. Já. Gaman að sjá þessa leikmenn ekki bara vera að stela settum, heldur líka bara að taka leik. Já, og voru bara góður. Svo var hann sló í gegn í gær hann Leonard Gates kaninn. Hann er alltaf skemmtilegur og hann er með óhefbundir að því að Bandaríkjamenn spila krikett miklu meira heldur en 501 sko, og þeir eru rosalegir á búlinu sko. Já, þeir eru rosalegir þar. Og þeir oft pæla ekkert mikið í reikning eins og Evrópubúðinir eða þeir sem eru vanir að spila 500 heldur treysta bara á einhvern veginn góða kasti sitt og að hamra hann í 3x20. En stundum Emma er alveg öskrand á sjónvarpi bara vill gefa þeim vasarengni sko. Getið plís lært að reikna þá verðið þið svo miklu betri. En rétt áður við horfum fram á veginn hvaða píluspillari heillaði ykkur af svona þessum sem eru líklega til að vinna sem virðist vera bara í gýrnum? Fyrir mig voru 2 mestu vonbrigðin og ég hef áhyggjur af þeim tveim, Micah McGorvin og Josh Rock. Þeir spiluðu hörmulega báður og það er ekkit eitthvað, Josh Rock viðurkennt hann hefði vannmetið stelpun í gær en þetta virkar bara ekki svona. Ef þú ætlar að fara allar leið á móti sem gaurum, Humphreys og litlir þá getur ekki spila svona og af hverju ættu þeir að bæta sig eitthvað svakalega helgina. Ég sé það ekki. Og hann alltaf heppinn reyndar að hann vann hann Springer sko, því ég held að Springer hefði mögulega bara unnið Josh Rock sko. Hann vinnur hann aldrei hingæðin sko held ég. Þannig að þeir tveir verður standa upp úr klárlega sem 2 slökustökaðir. Ég er bara miklu vonbrigðum. Ég held að Luke Littler hafi sýnt það í þessu leik þótt hann hafi verið smá visnæðin í byrjun og þeir tóku báðir sett Humphreys og Littler sem að þú sást ekkit aðra að taka í þessu. Og þeir stíga svo bara upp þegar að þurfa þessu og það sýnist mér. Ég setti Danny Noppert ég held að hann vinni sitt bracket mér varst hann góður og hann fer í undanúrslit held ég og ég sé hann er bara hrikalega öflugur allstaðar á vellinum eins og maður segir. Alexander ég held að sé Callan Ritz ekki, Riot það var bara, hinn átti ekki séns bara aldrei nálægt honum og þetta var fagmannleg afgreiðsla bara svona eins og maður býst við þessu. Hann underperformar í öllum mótum nema heimsmeistaramótinu. Þetta er eina móti sem hann er bara on. En þú veist hvað hann fær í næstu umferð? Ég veit hvernig hann fær. Og þú veist að hver að kallaði það síðast að þessi því miður fyrir þessa konu sem er rosa góð og alltaf og sagði ykkur og myndi fara heim löngu fyrir jól sko. Gorni var alltaf að fara að vinna hana. Og hann þarf að fara í gegnum Gorni sko. Alvöru drátt. Ég hef ekki trúið þessu. Alvöru dráttur á Gorni. Já, heldur. Fyrst hún og svo Callan Ritz. Og hann er sítaður og svo er einhver no-names sem eru bara að bæta no-names eftir no-names. Akkurat. Hann er mjög óheppinn en hann var það var gott kallið. Já, mér finnst það bara góður og ég vissi alltaf að þetta er jafnleikur og það var svona einna leikjum umferðunar fannst mér. En já, Josh Rock, ég hef gríðalegu vonbrigði hann í gær, hann var heppinn að vinna hann á 3-1 sko og Michael van Gerwen átti náttúrulega að fara heim og hann sá ekki gæi með eitthvað hálsmenn og sá ekki neitt og var bara hlæjandi og hann átti bara að vinna hann. Já, algjörlega hann og síðan líka, því konurnar allar dotnar út en hún Fallon Sherrock, hún var vonbrigði líka því að hún átti að vinna líka Tistal, hún átti að vinna hann hún klikkaði fyrstu 14 útskotunum. Ég held að hann hafi verið 2.29 eða eitthvað. Nú ætlum við að horfa fram á veginn ef við getum farið inn á
Wikipedia síðuna hans Mækarans Mike, já. Eitt sem ég vil fá bæta við Já. varandi þá sem áttu góða framistuður mögulega. Og það, ef eitthvað sýndi okkur þessi fyrstumverð þá það væntanlega bara meira Luke versus Luke er líklegast í úrslitaleikurinn en Gervin Price, hann var flottur hann var flottur Mér finnst það mjög þetta var flottur. performance Það verður leikur, það verður eiginlega 100% í 8 mann úrslitum hann á móti litlir, það er mikið að gerast það eru bara það slakir pílar, þeir eru ekki að tapa ef þeir fara báðir næst í gegn sem litli gera hans alltaf, þá fyrir þetta upp í 4 er það ekki þá fara að tapa þeir ekki, þá mætast þeir alltaf í 8 mann úrslitum Og síðan er eitt lúmskur svona underdog það er William O'Connor hann á hæsta hann er einmitt í selnum í aðrum ferða móti fangörfin hann er með svo gott kast, hann er alveg hann er alveg kjur og hann er svo vélmenni hann átti hæsta meðaltal í round 1 Já, það ekki en það er engin velur fyrir það en við skulum kíkja á hérna Wikipedia síðuna og nú ætlum við ekki að vera í bracketinu, við ætlum að fara aðeins í second round þannig og skrolla niður hann þar til að við komum að 20. desember sem er í dag og það er the afternoon session og þetta eru þessi 4 leiki sem eru á dagskrá í dag og ef maður myndi horfa á þetta og þá er Sörl og Dörk og Chissy Nei, Peter er sko vinnu Chissy Þetta er eiginlega ég er eiginlega sammála Því miður en núna loksins fá þeir bara alvöru próf margir af þessum leikmönnum mættu bara svona aðeins slakari, gátu verið með B-leikinn sinn núna verða menn bara að gjöra svo vel að mæta eða ætla sér að fara áfram Ég er mjög spenntur líka yfir þessum Harrison Sakai Harrison Sakai Já, leiknum Harrison er gæðin sem vann hérna Ross Smith eða ekki Jú, með skeggi hérna svíin Já og svo ertu með hérna þessa fíguru frá Japan sem tók út fyrir gól Já, bara með geggja walkout og elskaður í höllinni Þetta er bara að byrja núna eftir 5 mínútur Viðtalið við hann það var allt við þetta bara pure entertainment við hennan Japan Ég sá ekki Sörleik byrju Ryan Sörler jú það er hérna með síðahórið Já ég sá ekki, hann er góður hann vinnur, já okkar maður kasta grótinu, hann tekur Brendan Dolan en held ég hann er samt svo segur hann Brendan Dolan þannig að það er kannski einhver tækifæri að taka þessa 180s Michael Smith, hann var aðeins reyðgæður en kláraði þetta fagmannlega í fyrstu umferð á móti prinsessunni ensku prinsessunni, hvað heitir hún aftur? Lisa Aston Já, hann segir núna að honum líði í fyrsta skipti í langan tíma eins og hann sé orðin aftur 100% hann var að díla við leiðileg meðsli í hendinni og hann er vonandi er hann fara að detta á eitthvað rönn Já, þetta er kvöldsessjónið þá erum við með Michael Smith sem er, ég held að hann klári hann svona veld svo minn maður Kristóbi Djúðlar, hann lélugur líka í fyrstum verðinni hann var hrikalega slagur hann var ekki upp á sitt hann er þessir 2 fyrstu leikir þarna það er ekki, ég get lofa þér því að þegar þú ferð að sofa í kvöldsörens og þá var að Michael Smith og Kristóbi ekki báður konur áfram það fer allan annar að reym Þeir eru heldur trikki leikir ég get bara ekki kvittað upp á það Nei, við sjáum bara þegar ég seti í rúmi og sagði þig þá sjáum við bara hvort að það standi þeir fara ekki báður á Við sjáum hvað gerist þegar ég refressa balansinn upp úr miðnætti og ringi í þig En Buntingi fer áfram Já, erum við ekki á því Hann átti besta sett líklega mótsins þegar hann kom þarna bara Já, það fyrsta settið bara með hríðskotabyssu hann bara kvætti með hríðskotabyssu og svo Við vorum búin að tala svakalega niður að bara einmitt en svo bara alveg hrundan þannig að það er bara spurning hvaða Bunting mæti til leiks Hann þurfti að fara heim og hugsa sitt mál og ég held að hann tekur 19 kúmar þegar 0 strákar Svo er búin að ræna okkur leik í kvöld Johnny Clayton vs. Dom Taylor hann fjall á lyfjaprófi Já, þetta er mögulega heimskasti leikmaður sem ég bara sé í langan tíma hann er búinn að falla að lyfjaprófi áður og var komið tilbaka og síðan er hann loksins komin á stóra svið og hann fellur aftur og eftir sigur hennars í fyrstum ferð þá byrjar hann að tala um það hvað hann er búinn að standa sig vel Hvað er málið? Hann er vantilega þá bara eitthvað lasinn sko hann er bara ríkja gras Já, þú ert ekki að falla á lyfjaprófi til að bæta framistöðin í pílu sko Ég ætti kannski að prófa það Var þetta ekki kókain?
hlýtur að Var vera það? Senast var það cannabis sko Senast var að cannabis, ok hann er bara einhver fíkill, ég meina, þú veist, hann er ekkert að gera til að bæta frammistöðunum svona á vellum, því hann var góður í þessu leik sko, ég sá hann leik hjá Síðan er sko, hann fyrir Liverpool 14. desember Já. og talaði síðan bara í leiknu sem var, ég veit ekki, 15. 16. Já. Hann sé bara búin að standa sig vel og ekkert bara lífja við sinna á honum Þetta er mjög ekki með þetta bara 20. Johnny Clayton er skelli brósatu en hann var að fara í mjög erfið að leika þarna sko og það er alveg þægilegt að fá frí úr þessir fyrir mér á bara gæinn sem tapaði fyrir honum að spila hann að leika í kvöld sko Sammála því, þetta er leiðilegt að Já, bara, þú veist, hann spilaði á móti gæja sem að var hérna ólöglegur í mótinu þá hann bara tapað þeim leik 3-0 sko Já, þeir eiga að taka þetta Liverpool bara Já, alveg sammála því Já, þótt þessi núna, þá bara hinn á bara að mæta og spila leikin hann vann leikin beisli í 3-0 Já, sammála því nefnilega því að hundlegilegt að missa þennan leik Svo er það náttúrulega líka sko En förum í hérna mánudagsleikina Nei, sunnudaginn Það er komið fram á mér Það er Ryan Joyce og Hákon, hann virðist vera mikill aðdáðandi Ryan Joyce og hann performaði hansi vel í fyrstu umferð letti engu vesinni Hann var helvíti Tók Owen Bates bara 3-0 Já. Einn af Master Bates þeim fáu sem átti svona performance bara algjörlega silky smooth Já, og kostaði, það voru allir hérna og við borðið á over 3,5 sett í þeim leik Hann skuldar Já, ég held reyndar að Sindri að vera búin að klúra þeim seðli áður en að þessi leikur byrjaði, það var ágætt ég held einmitt ég að vera mjög 3,5 á þeim leik sko. Svo er Joe Cullen Mensur Sulovic Já, Cullen áttulega gerir ekkert að væli við stöðlum, gerði það líka fyrra og aftur núna hefur haft fyrir sér, þannig að þeir passa sig á því að hann á lægri stöðli núna, ég aldrei sé hann lægri stöðli sko. Því að hann er vel pirraður en ég held að hann vinni samt inn að leik það hefur enga tap, hann er vel pirraður hann vil sín öllum, hann sé betri heldur en að stuðlatir, þú veist, hann er að spila móti mönnum sem eru kannski 40, 50, 60 sætum neðar en hann á heimslistanum og þeir eru á lægri stuðli, ég skil alveg að pirra hann en þetta verða Þetta er leiðileg session má ég segja það? Já, þetta er Það er engin leikur sem ég er að bíða eftir Þetta verður straight forward sigur á heimamenn þarna þá fyrirnefndu en leikur 3, hann var mjögast þess að Max Hopp drullu góður þessu leik sem hann spilaði sko Já, hann var góður en ég held að Luke Wood á segi bara ómikið Þarna, ég held að þetta getur bara fyrir ég er Rob Cross á náttúrulega að vinna en hinni 3 eru bara 50-50 fyrir mér Já. En ef við hoppum á hérna Þetta er eins í þessari umferð Já, það er í þriðju umferð sem bætist viðbóta sett Leggirnar alltaf eins, eða ekki? Upp í fjóra, jú, leggirnar alltaf eins, það bara bætist eitt sett næst Fjölgar settum næst En kvöldið, þá erum við með Martin Schindler Hann var með framistöðu Sá var flottur Og mér svo fyndi að hann snertir alltaf enni á sig með pílunni Hann var góður Loka settið hans var í topp 3 sett í þessu fyrstu umferð Það var svakalur, hann setti bara 180 allan tíman og fór alltaf út í fyrsta útskoti Það er eiginlega hægt að gera betur Þetta session, Alexander Þarna ertu með Schindlerinn, Price, Luke Littler og þennan Stefan Belmont sem hann var nokkuð impressiv og búin að standa sér vel á development tour eða? Hann er búin að vera í Challenge Tour Já, svona að vera að berjast að komast inn á þetta mót en síðan er bara Barneveld var ömulur á mótunum þetta var bara ég held að sé komið tíma á Barneveld bara að leggja þetta aftur á hilluna Já, í 100. skipti Já, leiðilegt að sjá svona legend einhvern veginn og hann mætti bara eftir fyrsta legg þá var hann komið með skeifuna sína og svona svo nýtur þess ekki einu svona vera að spila lengi Nei, þetta er svona Hvað helst ég búin að sjá 20 leikið með varum á sári? Ég hef ekki séð að vinna 1 sko Nei, þetta er aðeins svona Þannig að ég skildi ekki að menn var eitthvað haldan getur mögulega unni þennan leik sko bara fara á ei sko Þetta er svona að spila lita fyrirlin hjá hann núna Já Bara fárulegt, það hætti ekki Þeir sem eru að byrja að horfa núna sem bara einhvern gamlan Já, farðu bara í, er ekki HM öldunga strax eftir þetta? Ég held það farðu bara á það Það getur að mætt Phil Taylor Já, eitthvað er svoleiðis góður hann er bara þar, hann á ekki breyki í þess að gæja En gætu við hoppa núna yfir í eitt seðil svona aðeins að brjóta þetta upp og kannski Mike seðilinn hann er helvíti huggulegur hérna í leðujakkanum sínum og hann er búin að velja 7 ég tók 7 leiki ég ég held mig bara við Mambi þarna
Rob Crossin er alltaf ég er búin að lofa sjálfum mér að hætta að setja þetta oversett kjaftaði en ég gera þessum eina leik, hvað leikur er þetta? Þetta er Woodhouse Hopp. Já, ég held þessu Hopp vinnalög leik sko. Næman, hann var mjög góður hann getur fara langt í þessu móti, hann er bara mjög góður James Wade, hann vinnur alltaf hann náttúrulega eininga sem er veðmálasvindl í fyrstu umferðinni, James Wade við erum allir sammála það Já, hann neitaði 120 sko, 180 Charlie Mabee held mig við hann, Noppert vinnur alltaf og mér langaði að setja William O'Connor myndi vinna Micah Van Gerwen en hann vinnur allan á 2 set bara Micah Van Gerwen er ekki að fara að gera neitt á þessu móti það er bara það má, hvað segirðu? Er 1-0 fyrir Newcastle? Bang og var það sjá svipun á hann hver sett hann? Það er rosalt en ég held að Micah verði ekki langt í það að Micah Van Gerwen fari með honum hérna fann Barneveld í bara þá keppni sem er eftir við veist bara Micah Van Gerwen 1-1 Voltemati, já þetta var ekki þetta var ekkit eðlilega vandræðileg framist á Van Gerwen ég sé hann ekki, hann getur vel að hann koma upp í þessu leik og verði frábær en ég er ekkert neina ekki svo hann hefur samt síðustu 3 mótum verið öðru sætið þegar ekki í HM nei, síðustu 2 og 3 en ég get það má setja linkin í chattið fyrir þá sem vilja eldan en ég myndi mæla með því að fólk klippi út O'Connor þarna? Já, MVG hann tekur þetta 3-1 ég held ég ekki já, þá bara klippa með þú, það er ekkert mál já, en þá skulum við hérna grafa okkur aðeins inn í mánudagssessjónið og svo tökum við siðilina Sindra hérna í kjölfarið og svo ætla ég að taka upp á því og ég ætla að smíða minn hérna í beinni útsendingu þá getið líka að fengja að sjá aðeins hvernig ég vinn þetta sjá mekanisman smá mekkan á bakvið þetta þinn vinnur Rasma þarna fyrsti leikur á mánudagshádeginu það er Darren Beveridge sem tók út hérna Dimitri Van de Berg sem átti bara vandræðilega framistuðu hann er búinn skiljið hvað hann að mæta á mótið hann var alltaf að fara að tapa þessu leik hann er bara búinn ég veit ekki hvort ég sáu HM hérna landsliða í sumar í júni það vantarlega við þið eitthvað horta á það geggjað mót sem að kongarnir frá Norður Írlandi að unnu, Gorinni og Rock þar fer hann í úrslita leik í Van de Berg í úrslita leik í riðlinu móti einhverju gæðum frá Philipsheim með, hvað heitir hann, hérna dökkarði þykki, ég held að hann hafi spilað með honum hérna Belgin, þeir duttu allir út belgarnir allir 5 belgarnir duttu út í fyrstum Kim Højbjerg, ég held að hann hafi verið með honum Mike D. Decker var með honum hann var með honum og þetta var úrslita leikur að komast áfram upp úr riðlunum móti einhverjum gæðum sem ég og Sör höfum trúlega unni Philipsheim með gæðina og þeir töpuðu fyrir þeim og hann var ömurlegur Van de Berg, hann var bara með 70 og eftir það, þá sá ég hann aldrei aftur á árinu hann tók sér eitthvað frí, hún sást það líka bara andlita á hann ofta er svona þrútur hann er eitthvað lasinn sko. og hann bara átti ekki breyk og var ömurlegur hver var annan, þessi hérna Darren Beveridge hvað er þitt mat Alexander þá á heldur að þú spila á móti Rasma og heldur að hann eigi eitthvað í Beveridge ég held að þetta verið jafn leikur en ég held að Rasma taka hann sko. hann er svo svakalur 19 hittir, þetta er eini maður sem byrjar leggi bara á 19 undir í 180 á Rasma en er ekki auðveldara að vera frábær í 3x19 heldur þú frábær í 3x20 hvað segir þú sem píluspilari? Ég held ekki það ekki? Nei, mist það er 19-talan er aðeins flóknari það fyrir kannski eftir bara hvernig þú æfið þig en ef þú æfið bara alltaf á 20 þá já, en ég segi að æfa alltaf á 19 mér finnst þetta einhvern veginn auðveldar svona lélegri spilar einhvern veginn auðveldar að taka þetta þeir hitt einhvern veginn alltaf í 19 þá ferðu heldur ekki alltaf 1 og 5 við hliðina sko. en það er hvort eða 3 og 7 hinum einn sko. 3 og 7 reyndar, já þannig að þetta svona skiptir en 7 er meir en 1 en það eru nokkra spurningar úr sal hvað þyrfti Mike í forgjöf til að ná einum legg á móti Luke Littler?
Þú þyrftir eiginlega svona og útskot, ég þyrfti bara allar 461 í forgjöf bara byrja á toppnum já, ég þyrti það og ég myndi tapa 9 á hverjum 10 potið sko, því ég myndi aldrei hitt þess að 20 sko. Nei svo hann Guðjón Gíslason en okkur Mike, okkur ekki bara þú það var nákvæmlega saman því sko Nei, ég geti byrjað í 301 en Kumar, hann vann venstri en ekki Springer þannig að það fær til bókar Springer og tapaði fyrir Birgi fyrir það Joe Comito, eða ekki? Comito, ég var að tala hann það er minn maður, það er gæinn sem mætir það er gæinn sem mætir mínum manni Djósrokk ég var að tala hann ætti að æfa sig að hamri 19 talandum að vera lítill og hamri 19 Comito, það er minn maður, ég man ekki eftir hinum það er minn maður hann er bara eins og þjófurinn í Home Alone að vanta bara að húa á hann og það var hann góður en Goldfinger, er hann vannmetinn? Já, hann er það Já hann er vannmetinn hann er bara svo leiðinlegur Goldfinger, hver er það? Ég elska Gilding hægur og hann er á móti þínu manni, Dóbi Já, hann fer heim ég vona ná Dóbi vinni Já. En hérna höldum áfram með mánudagssessjóni við erum aðna með Wesley Nyman sem var frábær í fyrstu umferðinni á móti Gabriel Clemens mann og eftir að hafa séðan í fyrstu umferðinni en Gabriel Clemens hann kláraði sitt bara svona það var bara easy það var móti ykkur liðlönga og svo er eiginlega sko David Muniana þetta er eiginlega bara sá á eftir að eiga salin þegar hann stígur á svið þegar það tók hann í 50 og svo einhverja píl og svo útskoti 50 í sama, það var rosalegt það tók 135 en það þarf einhver að koma á hann vasarækni því að hann skaut sér tvisvarsinnum út vittlust hélt hann í unnileg en hafði alls ekkit unnileg þetta var líka bara það er rosalegt 125 var klíka bara 50, 25, 50 en hann átti 135 en ég meina hver var það hafa nú bara einhverja reyndustu gæðumann sem átti doppul 18 eftir og fór í 20 hver var það aftur, ég sendi á þeim aðstu Bielecki kasta á doppul 20 kasta á doppul 20 og átti 36 eftir sko sem betur fyrir hittið ekki en það var svo gaman að horfa á þetta því að Palli hann sturlaðist hann í settinu Sáðu búin að eiga skröðlegt mót líka ég þarf að henda reikni vel á Pallan líka þurfum að gera það en James Wade, Ricky Evans þú ert rosa hrifin af Ricky Evans en talandu mann sem var kannski ekki alveg 100% í James Wade? Nei Evans. Ricky Evans hann spila ákveðlega en var hann ekki mótið nokkuð erfiðum anstæðing? hann var á móti Manlock Lyon já, Ricky Evans spila ákveðlega og þetta verður náttúrulega mjög skrítin leikur því að Ricky Evans mun pirran 100% sko þetta eru tveir gæðir sem eru alveg svona svart og hvít bara en það er mjög sérstakir en hvor á sinn hátt en svo ég spurði hvernig Ricky Evans næra spila með sínu leikstíl á móti James Wade sko James Wade er náttúrulega eins og Siggi Sörensen hálftíma að gera og ég þól ekki James Wade sko og ég var aðeins búin að taka henni sátt þangað til þetta bull þarna daginn sko hann bara, þetta var ótrúlegt og ég vona Ricky Evans ég held að James Wade vinni þennan leik þetta er líka bara eitt leðilegasti gæinn á túrnum á móti einum skemmtilegasta gæinn já, en svo er James Wade held ég ok, það ætlar að fá þér í glas með einhverjum af þessum gaurum ég held að James Wade sé top 3 sem ég myndi velja sko ég held að sénlega drullu skemmtileg og það heyra í viðtölum en hann er bara hroki en hann er held ég mjög skemmtilegu gæi sko svona hlutan en ég vonar ekki að hann en ég er nokkuð við sem að veit hendunum út hann er bara betri pílukastari sko svo erum við með kvöldsessjón þar eru stóru byrstunar dregnar upp og þar fáum við vannvinn Nathan Aspinall, Luke Humphries og okkar uppáðs leikmann Charlie Mamby er þetta ekki bara heima sigur á línuna ég held að það sé bara allt 3-1 leikir 3-0, 3-1 leikir er það ekki það er skemmtilegt að sjá Luke Humphries á móti Paul Lim því að síðast þegar þeir mættust þá vann Paul Limman 2021 í COVID-mótinu, þá henda hann út hann henda hann út í 8 setti sko já, var 2-1 sko, ég var að sjá þetta Humphries á 2-1 yfir og 2-0 í leggjum sko og var Óli Salmum og Luke Humphries byggveitur sko og hann sagði það sjálfur eftir þennan leik að þá tók hann sjá þú veist, hann dettur út þetta með unnin leik og tók sjá, hann er búin að taka sér eitthvað 30-40 kíló síðan og þetta er svona eiginlega mest skemmtilegasti leikur umferðina myndi ég segja þú veist, þetta er leikur sem ég ætla aldrei að missa af en Luke Humphries vinnur hann bara 3-0 sko. Ég er líka spenntur fyrir Leonard Gates, Nathan Aspinall þetta er ekki besta sessjónið þetta er besta sessjónið algjörlega, Leonard Gates ólíkinda tólið með Aspinall í gerð, hann gerði eitt sem að margar af öðrum svona sleggjunum hafa ekkit endilega sín þegar hann þurfti í gær
sá steig á bensíngjöfuna Já. hann bara sýndi, ok, Hann tók 170. ég nenni þessu djók ekki tók út fyrst 144, 142 og svo bara 170, takk og bless Það komið 6 í fyrstu umferðinni Já, og ég var með í spesialinu mínum fyrir mót yfir 5,5, þannig að það komið í hús Ég er með í fyrstu umferð ég er með stakt yfir 6,5 Mér varst það eitthvað besta Nú skulum við hoppa yfir í Sindra seðilinn fyrstu umferðar seðilinn að Sindra sjáu myndin ánum Hvað er þetta lúk núna? Hvað er hárið? Þetta er veiðimaðurinn, gætinn þú sér mig svona í júli og ágúst Herri, já, þú ert með Ryan Sörn þannig að menn þurfa að hafa fljótar hendur já, ég var með Já, bara þess vegna tók ég hann ekki að því að hann er byrjaður örugglega. já, ég var með Ryan Searle en bara held hann taki Dólan er bara ekkit sérstakur hann lifir á, Alexander vorum að ræða hérna hann lifir á fornir í fræð Já. og Eins og margir. er bara ekkit svo sérstakur sko. Ég er mikill Dörkvan Dóumböndumæður og ég elskan en stundum hata ég hann Já, tjóða gaman hann getur gert ævintýrilega heimskulega hluti en hann er svo góður þegar hann er on og bara stemningin í kringum hann einhvern veginn, ég er bara verð að taka hann að vinna þó ég held hörrulega eftir að taka sett á byggla en Dörkarinn vinnur þetta og Cullen vinnur Suljovic ég var einu sinni mikill Suljovic maður en hann er búin að vera að dala bara Já, hann er ekkit sami og hann var og Cullen er í revenge mode eftir þetta stuðladæmi hann er out for the bookies En þeir tveir þannig Sjúlovits og hinn þannig Pólverinn Dökkarði, hvað heitir hann? Sem var að spila þannig bara undan Já, þeir eru bara þeir eru ótrúlega segir sko. Það er bara þannig En Chisnall Já, sko, ég er ekki mikill Pikachu maður yfir höfuð. Ég gæti ekki verið með pening þarna megin. Ég skilði alveg Nei, en það er alltaf sagt að skiptir ekki mörg hver peningarnir koma. Ástæðan fyrir því ég tek þetta, það er ekkit endilega eitthvað út af því að Chisnall var eitthvað lélugur í gær. Bara Chissi var í vandræð með kasti sitt í gær. Hann var að breyta kastinu sínu reglulega í leiknum. Hann svona snatsar á píluna sko og hann var bara, hann er að hugsa svo mikið, hann tapar þessu leik, þetta er bara mjög gott bætt hér. Bara í vandræðum. Ég meina hann átti bara að tapa fyrir henni, ég meina hún fekk 2-4 útskot í hverjum einasta legg, fyrstu 7 leggina og klikkaði öllu. Það eru 4 af 29 eða eitthvað í útskot. Já, við skulum hafa tempo á þessu, það er Þorláksmessan, það eru 2 sessjón þar og ég bara legg til að menn klári jólagjafirnar tímalega og hafi þetta allt á hreinu þannig að menn ná að horfa á þessa veislu. Þarna eru menn náttúrulega í fyrra sessjónunu með spenntir fyrir Gurney Ritz. Já. Það er ég á móti Mike. Ég fíla alveg Ritz sko, en ég held bara að Gurney haldi sínustriki áfram að vinna. Þið þurfa að taka þennan saman yfir skötu kannski á Þorlák. Sögur náttúrulega myndi aldrei geta að fara í skötu sko. Það er ekki gamli skólinn þar en það verður sakaleikur Vatti að maður mjög og Scott Williams verður hörkuleikur líka, hann er góður hann er svona showdarts gæi sko. Þetta eru svona 2 hrókagíki sem er að mæta þarna Vatti að maður bara búin að stíga vel upp undanfarna vikur sko. Þetta verður bara hörkuleikur. En fyrsti leikurinn Johnny Tata, Ryan þá erum við að undirbúa skötuna sko. Setja söra í búningin og svona. Þetta verður leikur sem maður kannski sleppir bara og ég segi það. Byrjar bara á leik 2. Og svo er að fyrir heimsmeistarinn Peter Wright. Hann gæti nú ekkert sko, hann ekki bara ljón heppin að komast áfram, móti hverju var hann átti? Hann var á móti Noah Lynn. Hann var Noah Lynn og fær sér Arnómark, hann er Peter Wright er heppin með að vera komandi úr smá slömpi. og þarf svona svolítið að vinna sér inn í mótið, þá er þetta algjört must fyrir hann, þess að eiga einhvern tjens. Maður veit þegar maður líka horfur á svona Wikipedia síður, þegar menn eru ekki með link. Já, getur ekki smelt á hann. Þá er þetta nónein og þá er hann ekki að fara að vinna. Hann tekur náttúrulega bara út Kim Hybrid sem er búin að vera bara ræðilegur. Já, Peter Wright á að vinna leika, Peter Wright er búin að vera ræðilegur líka sko. Já, en hann fær hann bara eiginlega gefinsleik. Hann er mjög heppinn með drátt, eins og við tókum bara Gurney og munurinn á Gurney og Breiði. Gurney er mun betri pílukastari en Wright í dag og hann er miklu ofnari með drátt. En þannig virkar þetta náttúrulega bara, þú veist, það er bara dreigið, svoleiðis virkar þetta bara. Herru, það er kvöldsessjón. Það er enda flott. Þorláksmessu, Danny Norbert á móti Justin Hood.
Justin Hood talandi að vera ekki merktur á Wikipedia Já. maður vissi ekkert hann gæja Nei. hann var flottur hann átti svona, hann mætti hann á Players Championship final og var bara átti ágættur önn sko. Já, en operativ vinnu þetta og svo þinn maður Sindri Já, Garri, hann lifir hann lifir Þetta var nú ekki þannig framist að Hann vann 3-2 stuðlina hann myndi vinna móti En ég held að þessi leikur Nei, það er satt Þessi leikur, Gary Anderson þetta er alltaf óvers leikur Já, Gary Anderson er aldrei að vinna 3-0 en hann vinnur alltaf einhver sett Þetta er alltaf hann óvers leikur tapar heldur aldrei 3-0 Nei, ég er að segja það. Hann er Já. sterkur á kasti Akkurat og þeir eru báðir svona frekar hraðir spilarar Ég held að þetta sé 3-2 leikur Það er okkur rosalegt kvöldsessjón Svo fáum við Michael Van Gerwen William O'Connor leikur annar umferðarnar Er það ekki? Ég myndi halda að Með skorinn eiginlega leikur Já, annar umferðarnar ok, já. Ég man nú í hvað er þarna fyrir ofan Þetta verður besta En já, þetta er hann stimplaði sér svo svakalega inn hann í En- gær sko. Hver er segja Michael Van Gerwen? Hver er með mér í lið? Ég held hann vinni en það verður þá bara 3-2 Já, þetta verður á pluss Nei, ég meina hann er bara, það er eitthvað að þjóðunum Þú veist, þú lagar það ekki á 1-2 dögum, sko, ég sé það ekki Já, maður hefur samt margótt séð þetta í fyrstu umferð þá hyggsta stóru byssurnar og mæta svo til leiks þegar lengra líður og En hann var ekkit Það að vinna, vonandi- ég segi að fór í úrslitaleikinni fyrra en flettu bara upp eftir þáttinu, flettu bara upp hvaða gæja hann var að vinna þarna í fyrra, ég mani þetta alveg sko hann var ekkit að vinna neitt góða gæja sko Nei. hann var heppinn á Humphreys tapar hann var ekki verið Peter Wright sem átti leik lífsins í 16 mann úrslitum eða eitthvað Já, og þú veist allt í hennu bara hrinja bestu gæjarnir út og hann er ekki litleri megin sko Heru, það er Josh Rock og Joe Comito það er bara einn af þessum hetjum mótsins Gaman fyrir bara mann þess að djóka út og fá að mæta aftur á sviði Já, en ég meina við Josh Rock klubnum við gerum kröfu 3-0 sigur þarna við erum lósáttur við henni ger meiri segja, þú veist, hann var tæpur á að vinna hann í 180 baráttunni sko og þetta er Josh Rock sko hann setti fyrsta 180 bara í þriðja settið eitthvað sko þetta var bara að djóka að fylgjast með þessu þannig að hann þarf heldur betur að setja hausin á sér í kalt vatn og þú veist, hann hefur ekki efna á vann með deitna en einn en ég held að rústi þessum leik sko síðan verður Joe Comito bara með krátið með sér og þetta er alltaf Já, en ég held bara að Josh Rock rulli verið hann leik Hann verður að vera með sannfærandi framistöðu bara upp á framaldi Herðu, þá skulum við fara inn á Epic Bet og ég ætla að sína ykkur aðeins mekkan þegar ég byrja að taka upp hamarinn og smíða Helvítis hamarinn ég er búin að rúlla aðeins í gegnum þetta og ég ætla að hafa Chris Dobey sigur 2-0 Newcastle, fyrir ekki það er svo leiðis það er svo leiðis Greið, Birgir Búllismaður situr hérna djúft í stólnum í Chelsea treyjunu sinni Það var Chelsea með sitt besta liði sko, sem ekki gleyma því Já, og skulum muna það líka Sören sem er Newcastle í Herðu, Ultimate, ekki 1 mark, hann er með 2 mörk Shit Það er nú bara hanni Herðu, ég ætla að taka plúsin á Kúmar Þú ætlar að taka plúsin á Kúmar Já Plus hvað þá? 2,5 eða? Plús 2,5 Hann takki sett Já Það hefur verið alltaf í stíl við mótið hinga til, það er að segja það Já, Bunting er alltaf, þetta er ágætt spett hjá honum þess að Bunting er, svo sagði hann, átti hann ekki besta leggin eða settið en svo var hann var ömulegur inn á milli sko hann er svolítið upp og niður sko Svo ég er doldið klókur í að drekja í mig upplýsingar sem vellur upp úr sérfræðingunum og eins og Alexander Ég ætla að taka í Darren Beveridge Matas Rasma Það er ætla að taka 180's forgjöfuna á Beveridge af því að ég bara fylgdist með Rasma hann hann er eins og James Wade sko, hann þolir ekki að henda í 180 sko. hann átti séns á nændartir og hann kastaði ekki einu sinni í 180 þannig að við tökum 180 forgjöfuna þarna mínus 1,5 þetta er pikk þetta er svona eitt svona lúmskur Þetta er heldur gott Svo færum okkur aðeins niður og tökum Ricky Evans samabætt á móti James Wade Já, það
ef hann ætlar að halda áfram að fixa James Wade, þá þetta 100% hérna. Já, en hitt var eitthvað Bunting. Það var stórkostlega En af hverju getur Bunting í farið í Yes, sir. nokkra 180? Sjáu stuðlinn. Nei, hann tók á móti Matthias Rasma. Já, Rasma, já, svona já, triple 90 já, Kumar á móti Bunting. Og Hann það djúpar sörðu sem hann ekki að fylgjast með, sko. Og að lokum þá ætla ég að fá mannbíin, ég verð að vera á mannbí og svo hérna Michael Van Gerwen sigur, Já. straight þessi er almennilegur það má alveg setja smá auka hérna búðu sigur á þennan Já. og við skellum honum í tjattið og svo bara geti þakka mér hérna á Þorlák. Ég fylgi þessum, það er alveg orðin. Ég sættur við dópin. Ég er nú Hann reyndar svo vissum að hann vinni, sko, hann var svo lélegur í fyrstu umferðinni, sko. Mér finnst hann bara ekki nógu öflugur, sko. En hann á að vinna. Já, en þá er það líka trúlega hann síðasti sigur í þessu móti. Já, heyrðu, þá er bara round 2 að vera klárt. Við vonum að við fáum bara Það er bara klárt og það er bara að spila það. Það er bara að spila og svo höldum við gleðileg jól. Já, við gerum það. Og við ætlum að mögulega hittast hérna 27. á annar jólum. Já. Fyrir hádegi, Mike, ef þú getur stilt klukkuna. Annan jólum, það er ekki leikir þá. Nei, þess vegna ætlum við að taka upp og vera... Tökum við ekki bara eins á laugardaginn eins og við gerum í dag? Tökum bara þáttir fyrst kl. 11 og svo hérna kl. 12? Það gæti kannski verið betri hugmynd. Það er miklu betri hugmynd. Þá þurfa þeir ekki að rífa sig upp heldur og yfirvinnu kaup á þetta. Þú þekkir þetta á skópbóðinni, það búið yfirvinnu kaup. Það er dýrt. Þannig að við tökum bara eins næsta laugardag, strákar, fyrir enska boltan og svo píluna, því að hún byrjar aftur þá 32 mínútur. Heyrðu, drengir, Súper. Ég bara þakka kærlega fyrir að setja ykkur í gang hverju laugardaginn, strákar, og alveg verið sæðla núna, Sindri, og horfa og Newcastle 2-0 yfir, Voltimate með bæði. Já, menn voru að gera grína á hann fyrir sjálfsmarki í síðustu helgi, en hvað gerði hann? Hann er komið 2 mörk í dag. Yes sir.